Komið sæl, ég heiti Kristín og ég er greind með Asperger, var reyndar orðin alveg 34 ára þegar ég sótti mér þá greiningu sjálf. Það gerist aldrei nýtt á Íslandi meðan maður sækir sér það sjálfur. Eftir að yngri tvíburum minn greindist með ódæmigerða einhverfu, svo fékk ég greiningu á ADHD þegar ég var orðin 38 og það breytti líka alveg heilmiklu. Þá fóru púslin að raðast betur saman. Ég hef starfað sem þýðandi frá sumrinu 1998, bæði á þýðingastofu og verið hluti af þýðingateymi inn í hugbúnaðarfyrirtæki sem var afskaplega skemmtilegu tími. En ég hef mestmegnis starfað sjálfstætt fyrir hinar og þessar þýðingastofur erlendis, í rauninni verið að flytja inn evrur, staðið í innflytningi á peningum, þannig séð. Ég hef verið mikið í samskiptum við útlönd og það er alveg hreinu að þeim samskiptum að verkefnastjórar í þessum geira og aðrir þýðendur eru margir hverjir á rófinu, einhver rófinu, og ég var einhvern tímann að ræða þetta við prófessorinn minn í þýðingafræði, hann Gauta Kristmannsson, og hann hafði orðað því að líklega væru nú langflestir þýðendur á rófinu, þarna einhverju marki. Við erum svolítið svona að við sem störfum við að velta fyrir okkur merkingu og túlkun og rekum alltaf augun í stafsetningarvillur. Já, þetta er jú oft á tíðum líka einyrkjastarf sem við vinnum heima hjá okkur, jafnvel á náttfötunum, og bara af því við höfum ekki skrifstofu til að fara á. Já, og ýmsir kollega mínir sem ég hef hitt við störf mín í bandalagi þýðenda og túlka, þeir bera svolítið með sér að vera á einhverju rófinu og rekast kannski misvel í hóp. Svo það er spurning hvort að þýðingar hendi þessum ákveðna hópi einstaklinga betur en annað, en áherslan hefur alltaf verið undanfarið á að einhverfir einstaklingar hafi svo mikla hæfileika í tölvum, og ég held að við séum svolítið að svona, já, overlooking. Okkur þurfum líka að athuga, það er ekki allir einhverfir eins. Það er ekki allir einhverfir með endilega áhuga á hugbúnaði, og þannig að breiddin þyrfti að vera svolítið kannski meiri. Það var af tómri rælni sem ég sótti þýðingar sem sumarstarf árið, og faðir minn er Breti, þannig að ég þurfti að byrja að þýða mínar eigin hugsanir yfir á ensku snemma. Ég hef starfað bæði við að þýða yfir á ensku og eins yfir á íslensku. Já, þannig að það voru eiginlega þýðingarnar frekar þær sem völdu mig heldur en öfugt, og mér heyrist svolítið á öðru fólki á einhverju rófnu að það sé svolítið svona vinnan oft sem velur það sem maður kemst í upprunalega, það verði svolítið starfsvettvangurinn. Ég naut mín ákaflega vel í þessu starfi innan hugbúnaðargeirans, þar sem ég hitti mikið af fólki sem var á sömu nótum og ég. En það náttúrulega kom að því að verkefni þurru og ég varð að skapa mér starfsvettvang sem einyrki, og í því felst meðal annars að koma sér á framfæri, að selja sjálfan sig sem þýðanda, sem er ekki það auðveldasta kannski fyrir einstaklinga á einhverju rófinu, telja fram kosti sína,
segja að ég er rosalega góð í þessu og ég kann þetta alveg æðislega vel og ég er frábær í manni finnst maður alltaf vera svolítið svona íkja. Og ég er bara í öll þessi ár sem ég hef starfað sjálfstætt, þá finnst mér þetta ennþá vera það allra erfiðasta að skrifa CV-ið mitt, halda því við, telja fram verkefnin sem ég hef sinnt. Þetta það er miklu einfaldara að vera bara inn á skrifstofu í föstu starfi. Og ég starfa sem einyrki í dag heima hjá mér. Ég sakna þess ákaflega að vinna með öðru fólki. Einn af þeim fordómum sem við á einhverjum rófum höfum þurft að búa við er að við séum svo ófélagslynd, sem er algjört kjaftæði vegna þess að þó að við séum klaufari kannski í mannlegum samskiptum þá vita allir að maður er manns gaman. Við lærum hvort öðru og ef okkur er skapað starfsvettvangur þar sem við getum unnið innan fólk sem virðir okkur og virðir hæfileika okkar, þá skiptir það alveg óskaplega miklu máli fyrir samfélagið. Ég á 14 ára gamla stráka og annar þeirra er með ódæmigerða einhverfu og við höfum svolítið verið að hugsa til framtíðarinnar hvernig þetta verður hjá drengnum. Ég er ákaflega þakklát fyrir starf spesialistinni og þegar hann Bjarni Torfi varpaði upp myndinni þarna af undirskriftunum, þá sá ég nafn stráksins míns þarna skrifa stórum stöfum fyrir miðju. Þannig að það blés manni von í brjóstum framhaldið og þannig að þetta er mjög mikilvægt starf sem þau hafa verið að skila. Og ég ætla aðeins að koma líka inn á starfsviðtöl sem nú var ég orðin alveg 34 þegar ég komst að því að ég væri með einhverfu. Mér fannst ég alltaf vera svona svolítið lítið annarleiðis, svolítið öðruvísi en hinir og það að fara í starfsviðtöl, það hefur aldrei verið einfalt, það hefur aldrei verið auðvelt. Nú bjó ég tíma í Bretlandi og fór þar í eitt viðtal sem þetta litla sæta kunningjasamfélag sem við búum í hérna á Íslandi. Það er svoleiðis allt öðruvísi uppbygging á starfsviðtölum hér heldur en í Bretlandi. Þar ég sótti starf á bókasafni á háskólasvæðinu þar sem við bjuggum og komst í viðtal og var alveg á nálum með hvernig ég ætti að vera klædd og allt þetta og fannst ég verið svo hálfviti þegar ég mætti á staðinn. Af því ég á ekki buxnadragt, ég á engin svona föt sem manni er ráðlegt að fara í starfsviðtal. Og spurningarnar sem var svona, hvað myndirðu gera ef? Ég veit það ekki, ég hef aldrei lent í þessum aðstæðum. Algjörlega, ég var svo óundirbúin, en eflaust starf sem hefði hentað mér mjög vel og þetta setur svolítið eftir í minninu, munurinn á litla Íslandi þar sem kunningjasamfélagið er, maður var svolítið svona út úr samhengi þarna, og jafnframt hvað við erum komið miklu lengra í rauninni en Bretland sem ég
er mitt annað land og ég miða mig alltaf við af þessu leyti. Veistu hvort spesialistani eru starfandi í Bretlandi? Nei, ok. Þannig að, já, ég er ákaflega þakklát fyrir spesialistinn og svo ætla ég bara að svara spurningum. Takk. Takk fyrir þetta, Kristín. Þetta var mjög gott innlegg í þetta.